Ákoma að því sem að við bollurnar höfum beðið eftir sín í desember og að vera ákveðin drengur sem hefur verið að aðstoða okkur með aukakílóin, öll þessi aukakíló, við höfum hellinga af þessu. Hann heitir Egill og Einarsson en kýs að kalla sig hitt og þetta, á línunni. Hvern ertu? Ég þó nokkuð góður. Er það ekki? Jú, ég sáttu við það að þú hefur loksins látið verða að því að skila þessari hvatningaræðu fyrir okkur bollurnar. Ég skal ekki lofa því, þú búin að hlusta á þessa ræðu, Þórður. Það sko annarkot fer í ræktina í kvöld, eða í fyrramálið, eða allavega á morgun. Það klárt. Ok. Þú ert ekki að fara að fá topplunulegina heim og þú ætti að hlusta á þessa ræðu. Það er ekki lofað því. Heyrðu, og þú ætlar sér samt að peppa okkur bollurnar upp og... Já, sko, ég grýpnilega aðskrifa fram fyrir þarna. Já. Peppa bollurnar upp, ég breyti konceptun aðeins. Nú. Peppa þig. Nú, býttu nú. En bollur taka þetta til sín, sjáðu til. Bollurnar hann úti. Þú veist, þegar það heyra Þórður eða Doddi í þessari ræðu, þá taka það til sín, svo til. Það bara góð eða? Já, bara skellt þess á og bara njóttu vel, Þórður. Egill Einarsson, takk fyrir þetta og bestu kveðjur. Já, sömuleiðis. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Horfðu á þig, Doddi. Ertu sáttur? Viltu koma með mér í sund? Og að labba hægt í pottinn saman? Viltu koma í squash? Viltu koma í körfu? Strákar, tökum Dodda með í körfu og vantar einn mann. Nei, það skára að vera manni færri því að Doddi svo feitur. Doddi, vertu heima hjá þér. Doddi, ég ætla að pikka þig upp í Audi TT-bílnum sem ég var að kaupa. Ha? Kemst ekki inn í hann? Vertu heima hjá þér. Doddi, kíkjum í Kúltúr og kaupum okkur flott jakkaföt fyrir árshátíðina helgina. Passar ekki jakkaföt og Kúltúr? Hvar í andskotanum kaupur jakkaföt? Váká þykkur, Doddi. Hvað tekur það eiginlega í bekk? 60 kíló. En þú ert svona 160 kíló. Stóri gemaðurinn er 93 kíló og bekkjar 165 kíló með kjötinu fyrir hátíð. Rífðu þau upp, Doddi! Vistu gaman það með buxurnar á hælunum? Rífðu þau upp! Vistu gaman það að kalla það vagina man eða pussy boy? Rífðu þau upp! Af hverju getur ekki rifið að þig kíló? Er það leti? Það hefur maður klifrað upp Everest upp á topp án súrefnis. Var hann latur? Rífðu þau upp! Hefur þú gengið á tunglinu, Doddi? Það hefur maður gengið á tunglinu og þú getur ekki tekið það nokkuð kíló. Rífðu þau upp! Manchester United var að tapa úrslitaleiki í meistaradeildinni á móti Bayern 90 mínútur á klukkunni, 1 marki undir. Gáfust þeir upp, Doddi? Nei, það er unnuleikin. Rífðu þau upp! Viltu vera gauði, litli? Alltaf á leiðinni fórumenn verður bara feitar og feitari með hverjum deginum. Lance Armstrong sigraðast á krabbamenni og skeindi Tour de France nokkrum dögum seinna sem er einn erfiðasta keppni í heimi. Þú getur ekki rifið þig nokkuð kíló. Rífðu þau upp! Spurðu Magga Bess, Arnar Grant og Þykka hvað þið borðuðu í kvöldmat. Spurðu svo Egil Helga hvað hann borðaði í kvöldmat. Hverjum viltu líkjast? Borðaðu drasl og líkaminn verður drasl. Eftir 30 ár, Doddi, þegar þú liggur í rúminu með sykursýki, ofháan blóðþrýsting og alla sjúkdóma í heiminum tengd á offitu, værirðu ekki til í að geta farið tilbaka fyrir eitt tækifæri? Eitt tækifæri! Til að reyna aftur, til að horfa í spegilinn, horfa á bumbuna þér og segja bless. Drulla þér í burtu, farðu bumba og gera svo eitthvað í því. Getur það, Þórður? Ég hef trúað þér. 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 Ég hef trúað þér.
Farðu, Bumba. Getur þetta, Þórður? Ég hef trú á þér.